og nokkur börn úr leikskólanum Hagaborg heimsóttu Þjóðminjasafnið í morgun á meðan hin hittu prest í Neskirkju. Þessi leið var farin eftir að ósátt foreldri gagnrýndi að engin dagskrá væri fyrir börn sem ekki færi í kirkju með leikskólanum. Ekki framtíðarlausn að ræða. Erla Hlynsdóttir tekur við. Móðir 3 ára drengs á Hagaborg birti í gær grein á Facebook sem vakti mikla athygli að sonur hennar væri hafður út undan á leikskólanum þar sem fjölskyldan sé ekki kristin og það sé brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að mismuna börnum eftir trúarbrögðum. Eiginlega hófst fyrir ári að þá kirkjuferðir farnar á Hagaborg og þá kom í ljós að það var ekkert í boði fyrir þau börn sem áttu ekki að fara í kirkju. Og ég hafði samband í borgina og reyndi að leysa þetta með leikskólanum og það varð að lokum þannig að hann þurfti að minnsta kosti ekki að vera heima. Hún segir að í ár hafi staðið til að bjóða börnum sem ekki færi í Neskirkju upp á aðra dagskrá en hún hefði síðan alls ekki verið kynnt sem valkostur. Kirkjuferðin var í morgun. Mitt bætt fór og í raun og veru snýst þetta ekki það að við viljum ekki að börn fara í kirkju. Það er ekki endilega það sem málið snýst heldur það að fólk hafi val, að þú þurfur ekki að afvelja kirkjuna og setja barnið eitt út á jaðarinn og ákveða það fara ekki með hópnum. Það var mikið spenni í hópnum í morgun, allir rosalega ánægðir, það var frá pipakökur og kakó í kirkjunni, að þurfir 2 börn jafnvel að setja eftir og það sé jafnvel ekkert í boði fyrir þau, annað heldur en að setja eftir með leikskólakennara. Málið fékk farsælan endi á Hagaborg í dag. Það leystist ágætlega hjá okkur þeir fóru á Þjóðminjasafnið og ég held að það hefði bara verið gaman, en það var list sem kom á í morgun, það var ekki list sem var kynnt öllum foreldrum og ég meina það er áreiðanlega fullt af foreldrum á Hagaborg sem hefði kannski frekar kosið að fara með barnið, eða leyfa barninu sínu að fara á Þjóðminjasafnið. Þetta þarf allavega að vera þannig að það er alveg klárt mál að það er val.